Þá það 7. dagskrárliður, árshlutareikningur A-hluta Akureyrarbæjar 2016. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hér að taka til umræðu í bæjarstjórn árshlutareikning fyrir A-hluta Akureyrarbæjar tímabilið 1. janúar til 30. júní 2016. Þetta í fyrsta skipti sem að lagður fram árshlutareikningur fyrir Akureyrarbæ í mjög langa tíma minnsti og ég tel að mikið fagnaðarefni. Ég held að þetta gefi okkur tækifæri til þess að taka punktstöðu á miðju ári og átta okkur á þeirri stöðu sem að sveitarfélagið í á þeim tíma. Það gefur okkur líka tækifæri til vegna þess að við erum bundin ákveðnum þvingunum eða ekki þvingunum, heldur trúnaði gagnvart tölum þegar að sem snýr að kauphallaviðskiptum á skuldabréfum bæjarins, að þá eigum við að gæta ákveðins trúnaðar tölur, þannig að þetta gefur okkur líka tækifæri til að tala opinskátt afkomu sveitarfélagsins hverju sinni og það held ég sé mjög af hinu góða. Það uppgjör sem lagt hérna fyrir okkur og var tekið til umræðu fyrst í bæjaráði og síðan hér þá í umræðu í bæjarstjórn. Þar erum við með rekstrarniðurstöðu af A-hluta og fyrrihluta ársins neikvæða upp á 155,3 milljónir króna. En áætlunin gerðu ráð fyrir að tapið yrði 380 milljónir króna á tímabilinu. Afkoman því nokkuð betur en áætlunin gerði ráð fyrir. Ég minni bæjarfulltrúa þó á að við eigum eftir að taka tillit til bæði breytinga og viðauka á áætlun vegna ýmissa þátta og sérstaklega þá þeirra tilnagna sem að komu frá aðgerðahópnum framtíðarrekstur Akureyrarbæjar, en þeir sá viðauki verður tekið fyrir bæjaráði í næstu viku, hefur verið í vinnslu í nefndum í sumar og að koma svona smátt og smátt frá þeim á fyrstu fundum eftir sumarfrí, þannig að það svona kannski breytir áætlunartölunni, en engu að síður afkoman betri heldur en hafa gert ráð fyrir í upphafi, þannig að við getum svona kannski verið í þokkalána með það. Tekjurnar námu samtals 8.209 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að tekjur yrðu 8.100 milljónir. Skatttekjurnar voru 5.043 milljónir króna sem 173 milljónum umfram áætlun eða 3,56% sem afar jákvætt. Tekjur hins vegar á jöfnunarsjóði voru lægri, þær voru 1.254 milljónir króna sem tæpum 9% lægra en áætlun gerði ráð fyrir. Aðrar tekjur voru 1911 milljónir króna sem 59 milljónum umfram áætlun eða 3,17%. Rekstrargjöld voru samtals 8.319 milljónir króna sem 181 milljónir krónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir 2,23%. Munar það mest laun og launatengd gjöld, en þau voru 5.085 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 4.828 milljónir króna. Fráviki á þessum launalið skýrist að mestu á breytingu á gjaldfærðu áföllnu orlofi, en það hækkaði 162,6 milljónir króna og auk þess sem að áhrif nýrra kjarasamninga höfðu náttúrulega sjálfsögðu áhrif á launatölu tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 48 milljónir króna undir áætlun eða 2.838 milljónir króna. Í öðru rekstrarkostnaði erum við þó að gjaldfæra 208 milljónir króna vegna rekstrarhalla öldrunarheimilanna, eitthvað sem við vorum ekki með inn í áætlun. Og það kemur kannski inn á þá umræðu þann vanda sem við stöndum frammi fyrir og höfum verið að berjast í allt frá því að við tókum við á þessu kjörtímabili og all bæjarstjórn hefur tekið þátt í þeirri umræðu og vinnu. Það mál sem að snýra ríkinu varðandi rekstur hjúkrunarheimila í landinu. Akureyrarbær hefur náttúrulega rekið hér árabil þessi öldrunarheimili og lengi vel var það þannig að reglurnar giltu þannig að bænum var bætt upp halli með svo kallað halladagjöldum, en eftir hrun þá hefur þetta ekki verið gert og munur á daggjöldum og launum hefur alltaf sífellt minnkað og þannig að nú svo komið að daggjöld öldrunarheimila nægja ekki einu sinni fyrir launum sem náttúrulega gengur ekki upp.
Við höfum kallað eftir og kom fram á bæjarráðsfundi síðastliðinn fimmtudag, við höfum kallað eftir fundi opnum með heilbrigðisráðherra þessi mál. Til að vera grafalvarlega alvarlega stöðu sem við erum í og við svo búum megi ekki standa. Ég ætla kannski ekkert að fara að lesa mikla langlokur efnahagsreikninginn. Hann afskaplega svipaður því sem hann var í ársbyrjun, hafa ekki orðið mikla breytingar, en hins vegar langar mig aðeins til þess að vekja athygli á veltufé frá rekstri í A-hluta sem 5,13% og til að vera samkvæmur sjálfum mér þá hef ég alltaf talað fyrir því að þetta sé ein merkilegasta tala og mikilvægasta tala í rekstri sveitarfélaga og því miður hún allt og lág. Við þurfum að stefna því að koma þessari tölu upp í 7,5%. Hún þó betur en áætlanir gerir ráð fyrir. Við vorum í áætlana fyrir árið að þetta yrði 4,8%. Við erum svo núna að taka þá þessar aðgerðatillögur okkur inn í og vonandi verður þetta betra heldur en áætlanir gerir ráð fyrir. Ég treysti því og trúi. Og það sérstaklega á seinni part ársins þegar við förum að sjá þá kannski þessar aðgerðir sem við erum að fara í, það fara kannski meira að tikka inn á seinni hluta ársins. Þannig ég held að svona við ættum að sjá og vonandi sjáum við betra hlutfall á þessari tölu sem að eins og við öll höfum talað fyrir að þurfa að komast upp í 7,5% og var eitt af lykilatriðunum í því sem að við lögðum upp með þegar við stofnum aðgerðahópinn. Það var það í rauninni að reyna að ná þessari tölu upp. Aðeins kannski að því að við erum að birta hér eins og ég segi í fyrsta skipti þennan árshlutareikning. Þá það nú svo að það ekki til eitt samanburður við síðast ár, þannig að vegna þess að og við þurfum bara þetta verður eitthvað sem að verður vonandi gott á næsta ári, þá sjáum við samanburði í hálft ár. Það alltaf svolítið erfitt að bera saman við eins og bæjarfulltrúar vita, þá fáum við mánaðarlega rekstrartölur, en hins vegar í svona bráðabirgðauppgjöri þá tekin tillit til ýmissa þátta og svona lotum tekna og gjalda horft á það þannig að það sé verið að færa á rétta mánuði. Þannig að það svona hefur áhrif og gefur okkur betri stöðu heldur en akkúrat lagt fyrir hverju mánuði. Þá þarf maður alltaf að hafa svona aðeins í huga hvernig þetta er að flækjast milli mánaða. Það líka kannski hægt að segja það hér og hefur komið fram í máli mínum varðandi þennan árshlutareikning opinberlega að ef við horfum á samstæðan í heild, þar að segja rekstur sveitarfélagsins í heild, þá erum við í góðum lagi, þar að segja bráðabirgðatölur úr rekstri þeirra B-hlutafyrirtækja sveitarfélagsins gefa til kynna góðan hagnað, þannig að þegar það tillit tekið til þess þá hlutur eða hagnaður sveitarfélagsins á tímabilinu nokkur. En þetta nú svona bara, þetta svolítið eins og ég segi, þetta ekkert hér til nema bara umræðu og ég vona til þess að bæjarfulltrúar taki smá umræðu þennan ársreikning. Þetta líka, þetta svona ekki neitt hér til samþykktar, við erum ekki að leggja þetta fram til þess að samþykkja, heldur þetta bara fyrst og fremst tekin þessi punktstað til að gefa okkur tækifæri til þess að ræða þessa stöðu og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Það þannig að í þessu uppgjöri líka, við höfum svona svolítið rætt þann ágæta aðalsjóð okkar, að hann rekinn með 453 milljón króna tapi. Það svona kannski líka eitthvað sem við höfum viljað sjá lægri tölu en þetta kemur allt saman inn í A-hlutann. En þetta eitthvað sem að við höfum verið að eiga við og það hlýtur að vera keppikefli okkar að hvernig hvar í flokki sem við stöndum að reyna að vinna í því að bæta rekstur Akureyrarbæjar þegar til lengri tími litið. En hins vegar það þannig eins og að alltaf kemur fram og við stundum segjum maður kannski að við séum pínlega til þess að gömul ryðgu plata. Fjárhagur Akureyrarbæjar afskaplega traustur, við erum skuldlítil og við stöndum vel. Þannig að það ekki þó svo að veltufé fyrir rekstri sé ekki mikið og við séum að með einhvern halla að þá erum við samt sem áður þeirri stöðu að sveitarfélagið er langt frá því að vera í einhverju óefni. Þannig að því sé nú haldið til haga. En annað ætla ég ekki að segja og takka fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur beðið málið. Forseti afgætu bæjarfulltrúar, mér langar bara rétt að koma hérna upp og
fagna því að við erum fann að taka þetta upp að vera með 6 mánaða uppgjör. Ég minnir að Óla Jónsson fyrrverandi bæjarfulltrúi hérna á síðasta kjörtímabili hafi tekið þetta upp þar og byrjað að ræða þetta af nauðsyn þess að menn fara að huga þessu að það veri unnið 6 mánaða uppgjör sveitarfélaginu. Og það sem kannski svona útgangspunkturinn þegar maður fer yfir þetta, ég reyndi að mista kynningunni í bæjarráði, það var nú eins slemmt og það var í síðustu viku. Þannig hefðum gjarnan vilja vera með eitthvað til að spyrjast betur út í, þannig þetta er svona þegar maður var að hlaupa yfir, þetta er svona tilfinning fyrir þessu, þetta er svona meira tilfinning mín kannski og formaður bæjarráðs Guðmundur Baldvin geta að koma upp og leiðir með, við ferum eitthvað á fleipum með þessar tölur, en það er alveg rétt, ég er sammála með og við höfum stemt að reyna að auka veltum fyrir rekstri og það vantar töluvert upp á það. Og við höfum séð það kannski á höfuðborgarsvæðinu, þá var menn áttir að sjá þess að tölu jafnvel í 10-15%, við höfum talað 7,5% hérna væri svona viðmið sem menn vistu að sjá og það er rétt að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur rætt það mikið þessi síðari ár. En það kannski, það mínar áhyggjur eru svolítið í því að fara svona út frá hagfræðinni að þegar við erum komin svona langt inn í hagsveiflu sem er búin að standa lengi, að við séum ennþá í þessari stöðu sem við erum í. Þegar við erum komið svo langt inn í þá sveiflu vegna þess að svo hagsveifla sem er búin að vera núna undanfarin ár er að verða svo lengsta bara í lýðveldissögunni á Íslandi. Og þó að sé hérna reikna með góðum hagvexti og aukningu landsframleiðslu hérna næstu árin að þá þetta er svolítið hérna svona ákveðin vonbrigði þess að við sjáum líka svona ákveðin svona eins og með alhluta, við myndum gjarnan vilja sjá svona aðeins betri tölutan þar og eins og kemur fram meira bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hér áðan að A og B lítur vel saman og það eru náttúrulega mjög sterk fyrirtæki á bakvið það líka eins og Norðurorka og Hafnasamlagið sem að bæta þá tölu, en þetta er svona bara þessi lága verðbólga sem við erum að reikna inn í þetta. Ég sé ekki betur en það geti verið kannski einhverja 100 pluss einhverja milljónir sem að liggja þar með lágri verðbólgu með það sem við vorum með í spánni. Svona til minni að það verið 3,4 eða 3,5% spáin með verðbólguna sem voru minni fyrir árið 2016 og væntanlega erum við með þarna 1,5 sem hefur síðan jafnvel enn verið að lækka núna þegar líður árið. Gengisagnar greinilega einhver og ætli sé ekki einhvers staðar kringum 50 milljónir. Við erum líka að sjá auknar arðgreiðslur sem að falla á þennan fyrir 6 mánuði ársins frá því sem verið í fyrra og þá við minni að Norðurorka hafi verið með í fyrra 120 milljónir í arðgreiðslur sem voru 280 núna. Akureyrarbær fær náttúrulega stærsta hluta af þeim arðgreiðslum sem eigandi að Norðurorku var 98,3%, svo fjármagnstekjuskattur af því. En þannig að þar eru örugglega hægt að sjá einhverja 100 milljónir það plussmegin og svo þessi eftirálagning sem kom á fyrir hluta ársins. Hérna gott að það sé ekki einhverja 170-80 þar. Og síðan á mínusliðin þá kemur þetta nýtt inn með óátekið orlofi, þá er það gjaldfært upp á 162 sem kemur þá hinum megin. Og síðan þetta með þetta sem við rætt hérna töluvert undanfarin misseri, hérna með öldrunarheimilin, þá eru gjaldfæra 208 milljónir þar. Þar inni er þessi, að mann skilst þessar 50 milljónir fyrir samningi við sjúkraliðana. Þannig að það klálega kemur aðeins plussmegin þar sem hefur fæst, sem sagt, menn það eru svona hagstæði þættir, sem sagt, það er aðeins plussmegin sem hefur komið í gegnum þessa þætti sem eru plussmegin. En þetta eru kannski svona það sem ég bara var þessi skynjun á þetta er þessi við erum komin bara mjög langt inn í hagsveiflu sem hefur staðið ótrúlega lengi og vonandi stendur einhver árið viðbót og mun sjálfsagt svona í sögulega samhengi sláið með þannig. En við erum samt að ströggla ennþá með alhlutan. Og hérna væri fínt einmitt, og þetta er svona bara mín skynjun á þetta eins og þetta stendur hérna og vonandi fáum við fleiri góða umræðu þetta og eins og bara endurtaka það, mér finnst þetta mjög mikilvægt að þessi umræða geti farið fram með 6 mánaða uppgjör. Að menn geti skoða þá reksturinn og eins og kemur fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundur Baldvin að við getum þá tjáð okkur eitthvað opinberlega það
og þetta ætti, og það var held ég hugmynd sem að Ólafur Jónsson fyrrverandi bæjarfulltrúi var með síðast, að það bara auka sem sagt svolítið svona aðhaldið í rekstri bæjarins með því að fá þetta fram með þessum hætti. En við erum með ótrúlega hagstæð skilyrði, öll ytri skilyrði sem eru í gangi og megum þess að hafa það líka í huga. Þess að ég er full að trúa með árunum, við munum líka fara í hinn áttina. Gengi hefur styrkt gríðarlega og bara undanfæra árið 10% svona yfir línuna, evran og pundið 25, svo mikið lánum þar, mikið styrking í mörgum gjaldmiðlum og þó að kannski þetta veri meiri plúsin fyrir einhverjum árum en þess að lánasafnið hefur breyst töluvert mikið með árunum og minni svona minnka hlutfall erlendra skulda í erlendu gjaldmiðlum en þannig þetta er svona rétt fara í gegnum það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka fyrir þessa kynningu, bæði bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin og ekki síður bæjarfulltrúa Njáll Trausta, vegna þess að við fórum svona dýpra í þetta og rosa gott að stikla á þeim málum sem hann fór yfir og þessum helstu breytingum og áhrifum. Það er bara eitt sem ég langaði svona bara til að koma inn á og ég vil bara taka fram að ég er ekkert að halda því fram að ég raun ekkert að gagnrýna rekstur bæjarins, en það að við skuldum 10 milljarða, það finnst mér einhvern veginn sko, mér finnst alveg hægt að ræða það hvort að við getum sagt að bæjarinn skuldi lítið þegar skuldahlutfallið er í kringum 100%. Og eitt af því sem að leggst með okkur eins og bæjarfulltrúi Njáll Trausti benti á að það er lág verðbólga og fjármagnsgjöld eru undir áætlun og og ég bara segi, ég hefði bara haldið að það væri gæfulegt fyrir okkur og að sé gæfulegt fyrir okkur að stefna minni skuldsetningu og þar með að lægri hluti útgjalda bæjarins það sé ekki, lægri hluti útgjaldana sé sem er núna bara einhvern veginn ekki undir okkar stjórn. Ég meina við bara stjórnum ekki verðbólgunni og stjórnum þessum málum við lítið og það er bara mitt mat að það sé bara skynsamlegra að hafa skuldahlutfallið lægra og það er bara það sem ég langaði til þess að koma inn í þessa umræðu því mér finnst bara mikilvægt að við stöndum ekki hérna og höldum við fram að 100% skuldahlutfall sé að skulda lítið þrátt fyrir að það þykja ásættanlegt í almennt í rekstur sveitarfélaga og langt undir viðmiði sambandsíslenskra sveitarfélaga skuldahlutfall. En það var bara þetta sem ég vildi benda á. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti, ágætu fundarmenn. Ég held að sé rétt að byrja á því að þakka Ólafi Jónssyni fyrrverandi bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fyrir að taka þetta mál upp á síðasta kjörtímabili og leggja áherslu á að þetta yrði gert og það hefur orðið við því og ég held að það sé rétt sem að koma fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar að þetta er skynsamlegt að gera þetta með þessum hætti. Ég ætla ekki að í rauninni að bæta henni við því sem að bæjarfulltrúi Guðmundur sagði en aðeins að koma inn á það að það er rétt hjá bæjarfulltrúi Njáli að við erum auðvitað í sögulegu hagvaxtarskeiði og gangur ríkissjóðs gengur afskaplega vel. Við sjáum það líka í nýlegum tölum þaðan að hann er rekinn með afgangi og þess vegna verðum við náttúrulega að taka mjög alvarlega það samtal sem framundan er við ríkisvaldið réttláta skiptingu skatttekna. Við erum að inna af hendi mikla þjónustu fyrir hönd bæjarins, fyrir hönd ríkisins segi. Og hér inni hafa allir lagsta árar við að reyna að rétta okkar hlut. Það kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar að enn standa út af talsverðir fjármunir þegar kemur að rekstri til dæmis öldrunarheimiluna. Annað mál sem skiptir máli í þessu sambandi er að þessi gríðarlega aukning ferðamanna hingað hefur auðvitað valdið því að bæjarfélög víða land þurfa að standa fyrir stórkostlegri innviðauppbyggingu án þess að ríkissjóður eða ríkisvaldið hafi
gert nægilega mikið til þess að skapa sveitarfélögum tekjugrundvöll. Þannig að ég held að það sé nú kannski brýnasta verkefni okkar að fara bara yfir svið og endur skoða þessi samskipti ríkis og sveitarfélaga frá grunni. Af því að það er ekki ásættanlegt í góðæri sem er núna að ríkið, fitness og púkinn á fjósbyttanum og sveitarfélögin sitji eftir og beri ábyrgð kannski á grunnþjónustunni. Ég er sammála bæjarfulltrúa Sóleyju líka að það skiptir okkur gríðarlegu máli að skulda ekki mikið. Þrátt fyrir allt þá hefur skuldahlutfall þó verið að lækka talsvert á síðustu árum og það mun vonandi halda áfram að lækka, en við verðum að passa okkur á því að ætla okkur ekki að taka og borða alla kökunni í einum bita, vegna þess að við þurfum líka að gæta að því að verja grunnþjónustun okkar og það höfum við gert og þess vegna held ég að mjög ákveðin og markviss skref sem við höfum stigið í aðhaldsaðgerðum verði að halda áfram að taka á sama tíma og við verðum umfram alltaf að verja þá bæjarbúa sem að eiga rétt á þjónustu og þurfa á góðri þjónustu að halda. Bæjarfulltrúi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er gott að vera frummælandi og getum að fengja að tala oftar. En ég ætla nú kannski aðeins að fara inn á það sem að bæjarfulltrúi Njáll kom inn á í varðandi hagsveifluna. Ég deili hann við hans áhyggjum af því hvernig hlutirnir eru að þróast kannski hjá okkur samanborið við sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Við virðumst fylgja seinna og eftir í hagsveiflunni. Hins vegar er það líka að kom fram ágætlega í máli bæjarfulltrúa Loga að við erum náttúrulega að veita hér ýmsa þjónustu fyrir hönd ríkisins sem við höfum verið að ströggla við og verið að berjast fyrir, og það er akkurat það sem ég held að sé stóra máli núna í rekstri sveitarfélaga. Það náttúrulega það að huga að tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Ég held að þetta hljóti að vera eitt af því sem að menn ræði á fjármálaráðstöfnu sveitarfélaga núna síðar í mánuðinum. Það hefur orðið verulegur uppgangur bæði í ferðaþjónustu og bara verið í ferðaþjónustu, og það hefur skipt rosalega miklu máli varðandi tekjuöflun ríkisins bæði í virðisaukaskatti og öðrum óbeinum sköttum sem hafa komið að ferðamönnum á sama tíma, og útsvari hefur svona kannski meiri fasti og þannig að ríkið er náttúrulega hagnast meira heldur en við, og við erum svona kannski vilja og sveitarfélög hafa talað fyrir því að sveitarfélög fengjum meiri skerf af kökunni. Bæjarfulltrúi Sóleyju talaði að lækka skuldir, og það náttúrulega alveg rétt að auðvitað hljótum við að vilja það og vinna því með öllum árum að lækka skuldir. Hins vegar er það þannig að þetta tók náttúrulega stökk mikið í kjölfar hrunsins. Við höfum síðan líka, við höfum átt okkur á því að skuldasöfnun bæjarins, hún byggist náttúrulega á því að við höfum byggt hér upp mjög sterka innviði á síðustu árum. Það hefur verið mikið framkvæmt hérna og það er ljóst að við þurfum að vinna okkur út úr því hægt og bítandi. Við náttúrulega að tala að auka veltu fyrir rekstri til þess að geta betur staðið undir framkvæmdum og afborgunum lána. Við höfum ekki verið að bæta mikið í framkvæmdir og erum svona kannski svolítið að reyna bara að sjá fram á það að við erum kannski ekki mikið að þurfa að bæta í þar, en þó það alltaf eitthvað sem við þurfum að halda við. Þannig að þetta er langhlaup, ekki spretthlaup. Það er náttúrulega hluti af því sem hefur gerst í rekstri bæjarins er það náttúrulega að við höfum séð kostnað aukast. Það hafa orðið mikla launahækkanir og tekjur hafa ekki hækkað hlutfallslega jafn mikið eins og laun hafa verið að hækka hjá okkur, og við svona erum að vonast til þess að menn séu kannski að sjá fyrir endan á því, og það er að segja að þróun á útsvari fara að ná í skottið á þessum hækkanum sem hefur verið á launum. Þetta væri eðlilegt að þetta fylgdist að, en hins vegar virðist það gerast hægar hjá okkur heldur en til að mynda samanburða sveitarfélög sem við erum ofta að tala um. Þannig að auðvitað viljum við öll að skuldir lækki. Njáll kom aðeins inn á það að við erum að gera þarna, eins og ég kom inn í máli mínu, lotuna, við töluðum öldrunarheimili, við töluðum áfallnar skuldbindingar, áfalli orlof fyrirgefið, og það er alltaf spurning í rauninni þegar að vera að vinna svona 6 mánaða uppgjör, hvernig önnur sveitarfélög gera það. Það er ekkert sjálfgefið að menn taki til að mynda áfalli orlof. Ég veit ekki þá hvernig önnur sveitarfélög gera það. Að þetta er svona tala sem er
stundum svona, menn velta fyrir sig á að reikna þetta á miðju ári, af því þetta er svona rétt á að allir eru að fara í sumarfrí, þannig að þetta er stór tala eins og kemur fram, þetta er 162 milljónir. Þannig að það svona getur breytt ýmsu, þannig að ef við bara horfum á til dæmis þessar 200 milljónir sem að Akureyrarbær er að borga umfram mörg önnur samanburðar sveitarfélög sem við erum að tala ef við værum með þessar tölur okkar inn í rekstrinum, þá værum við að ná þessu 7,5% markmið á veltu fyrir rekstri sem við viljum fá. Það er bara eitt lítið dæmi. Ég er kannski ekki að segja endilega og við höfum að skoða það hvort að ríkið eigi að borga allar þessar 200 milljónir eða hvort að þeim beri skylda til þess. Við höfum að finna út úr því og erum að vinna þetta mál og við hljótum að fá ríkið að borðinu til þess að ræða bara hver er skuldbinding ríkisins varðandi rekstur öldrunarheimila. Við verðum að, það er talað sér daggjöld, það er talað einhverja velferðarstefnu, hvernig við erum að reka þessi öldrunarheimila, en þetta er bara ekki hægt eins og þetta er í dag. Við erum að reka þetta eftir ákveðnum stöðlum, gerum það vel, en tekjurnar duga ekki til, daggjöldin. Takk. Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld Jónsdóttir að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Við eigum náttúrulega sjálfsögð að stefna því að lækka skuldirnar en líka jafnframt að gæta þess að við séum að reka hér blómlegt og gott samfélag sem að heldur utan grunnþjónustu og sinni sínum verkefnum. Við viljum sjálfsögðu að fólk horfi til Akureyrar sem sveitarfélag sem það velur sem kost umfram önnur sveitarfélög hugsanlega vegna þess að hér eru öll lífsins gæði og meira til. Mér finnst varðandi stöðuna okkar núna og eins og bæjarfulltrúi Njáll Trausti kom inn á að það er búið að vera langt hagvaxtarskeið og staðan ætti í raun og veru að vera betri. Það virðist einhvern veginn vera og hafi verið þannig allavega undanförnum 10 árum að sveiflan skilar sér seinna hingað inn. Við sjáum seinna þessar hækkanir á hlutum og kannski var minna áfall hér hjá okkur heldur en var kannski annars staðar varandi þetta hrun sem var. Það kom kannski harða niður fyrir sunnan, ég ætla ekki að fullera það. En það er þetta sem að bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á, að við erum alltaf í stríði með það að fá ekki greitt fyrir þá þjónustu sem við erum að veita samkvæmt samningi við ríkið. Og það er á fleiri en einu stað og fleiri en tveimur og fleiri en þremur. Ég veit að maður hljómar kannski svo rispuplata, en þetta er ótrúlega sorglegt. Við eigum samskipti við ráðuneyti og þau segja að þau eigi bara að borga þessa upphæð en ekki þessa upphæð. Þau varði hugsanlega ekkert það hvað önnur ráðuneyti segja varðandi þessa þjónustu. Það er til skilgreininga frá landlæknir að þjónustu stigi gagnvart öldrunarþjónustu eigi að vera þessi á hjúkrunarheimilum. Það er til annað frá velferðarráðuneytinu, það eigi að vera svona. Og svo er til önnur skilgreining sem er raun og veru inn í fjármálaráðuneytinu og það er borgað samkvæmt henni. Og það er bara mjög miður að við lendum í því að greiða hundruð milljóna með þjónustu sem við eigum hugsanlega ekki að greiða fyrir. Það er búið að sýna fram á að dagpeningar séu lágir og Ríkisendurskoðun og KPMG og fleiri úttektaraaðilum á þessum málum og alltaf verið í þessu. Mögulega eru einhverjir peningar að koma inn til þess að leiðrétta það, en þetta leiðréttir kannski 30% af hallanum sem við fáum. Kannski eitthvað meira, kannski eitthvað minna. En svo þarf maður að horfa til framtíðar og það er náttúrulega þessi tekjuskipting. Við erum að horfa kannski á 1,7 milljónir ferðamanna til landsins. Við fáum ekki neitt af auknum tekjum af virðisaukaskatti. Við erum alltaf að horfa á það, við bætum í þjónustuna, við stöndum undir, við erum önnur höfuðborg þessa lands, við erum landsbyggðar höfuðborgin, hvort sem fólki líka það betur að vera. Við erum hérna með stórt félagslegt kerfi, við viljum standa okkur vel á öllum sviðum í þjónustu og gæðum, en við endum með að þurfa að borga þetta og þó svo að við stöndum vel, en þá eigum við náttúrulega að krefjast þess að það sé greitt fyrir og gæta jafnræðis eða verið að greiða fyrir þetta á höfuðborgarsvæðinu úr ríkissjóði, það á að greiða fyrir þetta hér. Og það verður að ná botni í það sem á að greiða fyrir þá þjónustu sem við erum að veita fyrir ríkið. Það er algjört lykilatriði. Það eru stórar upphæðir sem myndu sýna
þetta árshlutauppgjör allt öðruvísi. Og ég fagna því hver sem átti þá hugmynd bæjarfulltrúi Ólafur að við eigum reglulega að fara yfir þessar tölur. Við höfum fengið náttúrulega þessar tölur inn mánaðarlega eða svo gott sem, en það gott að geta tekið þær upp, talað þær, farað hvað við erum að gera vel, hvað við erum að gera betur, og ég hef ekki heyrt annað en að við séum mjög sammála það sem við viljum gera. En við þurfum að berjast öll fyrir því að við fáum sanngjarnan hlut í þessum tekjustofnum, í þessum sköttum sem eru hér í samfélaginu. Þetta dugar ekki það sem við erum að fá í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins til þess að stinga hérna inn kannski örlítið öðru sjónarmiði. Við stöndum hérna frammi fyrir árshlutauppgjöri í fyrsta skipti sem er unnið með þessum hætti og því ber að fagna að sjálfsögðu. En það sem við stöndum frammi fyrir í raun og veru það að reksturinn er okkur heldur kostnaðarsamari, bara heilt yfir heldur en við gerðum ráð fyrir. Þrátt fyrir það góðæri sem ríkir og við erum að horfa á aukningu tekna á móti, en það dugar ekki til. Fjármagnsgjöld eru lægri eins og fram hefur komið og hjálpar okkur líka miðað við áætlun, en dugar ekki til. Sem betur fer þá nú farin í ákveðna vinnu á fyrirhluta þessa árs með það markmið að reyna að takast á við rekstur bæjarins og reyna að lagfæra hann, stíga ákveðin skref varlega þó til þess að draga úr rekstrarkostnaði og ná einhverju jöfnuði í reksturinn til lengri tíma litið. Við erum náttúrulega ekki að sjá nein áhrif þess í þessu uppgjöru sem fyrirliggur nú nema kannski helst í öðru rekstrarkostnaði, því að ég veit að margir stjórnendur hafa lagst á árarnar við það að reyna að draga úr þar og það er legið fyrir. Við erum hins vegar að sjá nefndirnar vinna bara mikið verk núna við það að reyna að klára þá vinnu sem farið var af stað á fyrirhluta þessa árs með tilliti þess hvað hægt er að gera á þessu ári. Og kannski eigum við eftir að sjá betri niðurstöðu þá í lok ársins ef að allt gengur eftir sem ætlunin var að vinna. Hins vegar eitt sem við verðum líka að hafa í huga og við hefum rætt oftar en einu sinni og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn að hluta til og jafnvel fleiri, það er þetta með tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, auðvitað þarf að lagfæra hana. En við þurfum líka að fara að vinna skipulega í því að reyna að skapa okkur auknar tekjur með ýmsum aðgerðum. Við hefum oft nefnt til dæmis millilandaflugið sem dæmi. Að koma hér á beinu millilandaflugi og fá inn fleiri ferðamenn til að nýta vannýtt tækifæri á veturnar. Skapar tekjur. Flughlaðið, Dettifossvegur. Og hvað er þetta? Jú, þetta er allt atriði sem skipta okkur máli vegna þess að ef við ætlum að selja millilandaflug þá erum við að selja einhverja vöru. Við erum með vöruna. Við þurfum bara að klára eitt lítið verkefni og það er að byggja Dettifossveginn upp. 1,5 milljarður. Miðað við það sem er að gerast í bæjarstjórn Akureyrar að tæplega þriðjungur bæjarfulltrúa ætla sér á þing, þá skil ég nú ekki annað en að þetta verði býsna létt verk þegar til lengri tími litið. Og ég bara skora á þá bæjarfulltrúa sem að ætla sér á þing og komast þangað að taka þá málin upp og vinna með okkur að þessu áfram. En það er vissulega rétt að við þurfum að horfa í allar áttir hvað þetta varðar, en við verðum líka að horfa til þess hvernig við getum aukið tekjurnar vegna þess að niðurskurði beitum við ekki endalaust. Við þurfum líka þá að vera með miklu skýrari stefnumótun með tilliti til þess hvers konar þjónustu við ætlum að veita yfir höfuð og hvað þarf þá til að veita þessa þjónustu.
Það vantað töluvert upp á þá vinnu síðustu 6 ár að mínu viti. Sem betur fer erum við að fara aftur inn í slíka vinnu í gegnum starfsáætlanir þar sem við vinnum með í raun og veru magntölurnar á bakvið fjármunin. Það einn liður í þessu. Setjum okkur ákveðin viðmið hvers konar þjónustu við viljum bjóða þér. Og þegar við tölum öldrunarheimili, þar sem vandi á ferðum, þá liggur það fyrir og búið að viðurkenna það að þetta ekki vandi sem stendur á öllu leyti á sveitarfélagi. En sveitarfélagi verður samt sem ára að horfa til þess að ef við ákveðum að gera betur en aðrir, þá stöndum við uppi með það. Og ég hef nú sagt þetta áður og ætla að segja þetta enn, og það eitthvað sem við þurfum bara að fara í gegnum þá með ríkinu hvernig við ætlum að vinna úr þessu málum. En að öðru leyti þá bara geri ég ráð fyrir því að við eigum núna hauka í hornin á Alþingi innan fárra vikna sem munum vinna með okkur ötulega í því að leiðrétta þessi mál. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka fyrir þetta 6 mánaða uppgjör, hverju svo sem það að þakka. Ég held að það sé nú ekki einu manni sem hugsaði að datt það í huga að væri sniðugt með 6 mánaða uppgjör. En það ágætt að það kom fram þá ef það var, hver það var. Nú, bærinn og bæjarfélag snýst náttúrulega miklu meira rekstur. Það snýst líka lífsgæði. Og því miður, þá lítur nú rekstur Akureyrarbæjar þannig út að við erum bara niðurnjörfuð í þjónustu hlutverki við að halda uppi lögbundnum skyldum. Það nú þessi hagstæðu lífsskilyrði og hagstæðus rekstrarskilyrði sem við stöndum fram fyrir. Við erum búin að byggja hof, við varla getum nýtt það. Við rétt náum að reka bygginguna. Við byggðum þetta flott íþróttahús utan Austskóla. Við erum að loka kl. 4 ef við getum ekki mannað það. Þetta nú þessi hagstæðu rekstrarskilyrði sem við stöndum fram fyrir. Nú, framtíðartekjur, öldrunarþjónustan, sveitarfélögin almennt. Ég get ekki séð annað en að sé svolítið verið að draga tennurnar úr sveitarfélögunum kerfisbundið, að vera svona hálfpartur að gelda okkur. Ríkið kemur ekki á móts við okkur það sem við þurfum. Akureyrarbær, við erum með öldrunarþjónustuna. Það ekkert öll sveitarfélög með hana. Það ekkert öll sveitarfélög að sinna þessu. En við erum að gera það. Ég ekkert því sem við gera betur heldur að gera annar staðar. Þó sumir við að halda það og við höfum þá bara að taka til þar. En við erum sannarlega að setja fullt af peningu þar inn sem við getum nýtt til að bæta lífsskilyrði og lífsgæði sem okkur sannarlega eru kosin til. Og við erum kosin til. Nei, þá að tala til langstíma. Við getum þetta í dag. Hvernig verður staðan hjá okkur eftir 10 ár? Þegar ríkið búið að binda alla framtíð að tekja sveitarfélagana. Og þar verðum við svolítið að standa í lappirnar bæjarfulltrúar. Ekki bara við sem erum hérinn heldur líka önnur sveitarfélög í kringum okkur. Við erum að horfa upp á þessa hluti gerast trekk í trekk. Með því að ríkið eru til nefnir núna síðast útspil og þeir ekki að lofa skattlausum framlögum úr séreignarsafnaði. Úr séreignarsafnaði. Er þetta ekki framtíð að tekja sveitarfélagana? Og þetta þeim alveg snilldarhug annað sinna á þessu kjörtímabili að fara í það að úthluta okkar tekjum sem við erum að nota til að búa til lífsgæði hérna í sveitarfélaginu. Og hvað gera sveitarfélaginu? Ekki neitt. Ég spyr mig sem til hvers erum við með sveitarfélagi yfir höfuð? Ekki sambandið neitt sérstaklega töff stofnun sko. Nú, ég hef töluvert áhyggjur af þessu til framtíð. Ég hef ekkert áhyggjur af þessu endilega í dag. Þetta verður erfiðara. Við erum bara að sinna hlutum sem okkur skylt að sinna
og það alltaf verið að þrengja að okkur. Það nú þessi hagstæðu skilyrði sem við búum við. Nú, Akureyri og við á þessu svæði, við búum við svolítið sérstaka stöð að vera með okkur við útlönd. Við sjáum það bara suðvesturhornið, það býr yfir 70% af íbúum landsins. Við erum alltaf ein hér og við erum bara að redda okkur. Sem betur fyrir okkur tekist að gera það. En við getum það ekki endalaust. Og þar verðum við svolítið að fara að keyra á það. Ég er mjög ósáttur við skulum ekki vera búin að ná neitt lendingu varðandi öldrunarheimilin. Það var rætt í bæjarráði í mars, veit ég, þegar ég kom inn í bæjarráð. Við erum bara ennþá á sama stað. Við erum á íbúðamarkaði. Við erum að berjast íbúðana. Við viljum að fólk flytji hingað. Það er gott að búa á Akureyri eins og maður getur notað einhvern frasa sem var notaður í Kópavogi. En hér er verulega gott að búa. Við erum með mikið lífsgæði þetta. Við þurfum að halda þeim áfram. En við gerum það ekki með þessari taktík sem verður að nota gagnvart sveitarfélögum trekk í trekk. Þessi fjármagnir sogast bara suður og svo er talað að við sem eitthvað mótvægi við höfuðborgarsvæði. Við getum skoðað land Skandinavíu. Þar sem höfuðborgarsvæði kringum yfirleitt svona kringum 20% af íbúanum. Við okkur er þetta 70%. Jafnvel 80%. Það þekkist alltaf í nokkur vestrænu ríki. Nema þá í Liechtenstein og smá borgríkjum. En ég hef ekki miklar áhyggjur af rekstrinum í dag, ég hef það til lengri tíma. Og þessi aðgerðahópur sem við fórum í, ég bind ekki vonir við okkur að takast, okkur verður að takast að ætlunarhlutverk sem við setjum þar upp og ég veit að við ætlum að standa á bak það. En annars vil ég þakka fyrir þetta tækifæri og 6 mánaða uppgjörið. Takk fyrir, gangi ykkur. Bæjarfulltrúi Stefán Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér er aldrei leiðist að tala ferðamál og þau komu svolítið inn í þetta. Mér langar rétt að hlaupa bara í gegnum hvernig sviðsmyndin er núna. Og það er verið að tala réttláta skiptingu skatttekna milli ríkis og sveitarfélaga og þessar þátta sem er sammála að mörgu leyti. Við erum að tala framkvæmdasjóð ferðamála, bæjarfulltrúi Logi Már kom inn á þá áðan. Það var þó jákvætt að lögunum framkvæmdasjóð ferðamála var þetta styrkja sveitarfélögin. Þetta var breytt fyrir ekki svo löngu síðan, hvað það var í fyrra. Þetta var 50-50 eða 50% kom frá sveitarfélagi og 50% ríki og það var úthlutað og menn framkvæmdu lítið. Þess að smærri sveitarfélög og höfðu bara ekki efni á þessu, þannig að það var ekki neitt úr neinu. Þannig að þessu var breytt, þannig að í dag er ríkis þátturinn 80% og sveitarfélögin 20% á móti og samt er þetta erfitt kannski fyrir smæstu samfélögin. En þetta hefur greinilega orðið til bóta þess að menn hafa tekið töluvert við sér eða sveitarfélögin við þetta. Ef maður heldur hans áfram með ferðaþjónustuna og þessa ótrúlega breytingu sem eru orðið bara á íslenska efnahagslífi á örfáum árum, að í fyrra þá komu, og Ísland er náttúrulega mjög háð erlendu gjaldeyri inn í landið og við verslum mikið við útlönd með hátt hlutfall í útflutningi af okkar landsframleiðslu. Að í fyrra var hlutfallið þannig að erlendir ferðamenn voru með 34% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar kom frá erlendu ferðamennum og þar er flug líka inn í því og íslenskur flugrekstur út allan heim, íslenskur flugrekstur, stór þáttur líka, en inn í þessari tölu, sjávarútvegurinn 23% og stóriðjan 17%. Ég þykist muna þetta bara rétt svona þegar vorum að ræða þetta þessar prósentölur, maður rætti þetta einhvern veginn áður. En það sem getur verið svo merkilt á þessu ári nefnilega, þetta er árið sem væntanlega, það verður annarkvæmt á þessu ári eða því næsta,
að gjaldeyristekjur verða meiri af erlendum ferðamönnum heldur en samtals af sjávarútvegi og stóriðju. Það verða nú mikið tíðindi. Ég man þegar maður ólst upp og var að fylgjast með þessu að þá vorum við að hafa 90% gjaldeyristekjum þjóðarinnar af sjávarútvegi fyrir svona einhver ár síðan. En þá vorum við sem stöðu eins og Færeyingar í dag að sínum hvernig þeir afla sér tekna í erlendu gjaldeyri. Það meira meina sjávarútvegur. Og þetta raunlega hinn stóri pottur. Við fáum fréttir í gær hvað erlend flugfélög ætla að bæta í vetur í að fljúga inn til landsins og það verið að tala kringum 50-60% aukningu milli ára af erlendu flugfélögunum. Þetta alveg ótrúlega viðsnúningu bara núna 5-6 árum og allt í einu gjörbreytist bara efnahagslíf þjóðarinnar. En það líka rangt að tala að ríkissjóður hafi ekki náð tekjur af þessu. Þetta eru 60-70 milljarðar sem koma af ferðaþjónustunni inn í skatttekjur á ríkinu og það nú væntanlega orðið einhver, hvað ætli það sé ekki að verða einhver 10-11% svona miðað við hefðbundið ár, við tökum nú ekki það sem að koma gegnum bankadæmi núna. En þetta alveg ótrúleg viðsnúningur. Þess vegna þetta svo mikilvægt að tala eins og maður tala lengi. Í staðan fyrir að Íslandsstofa hóf þetta átak sitt fyrir nokkrum árum, Ísland allt árið, að bæta við þetta allt fyrir framan. Allt Ísland allt árið. Og þá maður náttúrulega að reyna að beina athyglina því að ná þessari betri dreifingu allt landið allt árið. Þegar ég vann verkefni eftir, ég ætla ekki að sé svona 10 ár, með Ásgeir Jónssyni hagfræðing og Þórhalli Ásbjörnssyni hagfræðing hvar skatttekjur og erlendu ferðamenn lenda í landinu til sveitarfélaga. Þá komumst við með það að 75% öllum tekjum erlendu ferðamenn lenda á höfuðborgarsvæðinu fyrir 10 árum. Þetta hlutfall ekkert minnkað í dag. Og þetta bara nákvæmlega forsenda fyrir því hvað að gerast og akkur það svo gríðarlegur halli, efnahagslegur halli í landinu í dag. Af hverju allt sogast núna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að heyra fréttir meðal iðnaðarmanna, fólk sem lært í einhverju sem tengist ferðaþjónustu, matreiðslumenn, þjónar og ýmsir stéttir sem sogast bara því að krafturinn slíkur að þetta sogast til. Og það sem líka svo mikilvægt á sama tíma við fáum mjög lítið erlendu ferðamenn yfir vetrarmánuðina og kannski 10-11% kemur á Norðurland af erlendu ferðamenn sem koma í vetrarmánuðina. Hlutfallið yfir sumarið síðustu könnun var 34%. Þetta sama hlutfall 2004 var 49%. Við erum líka að tapa hlutdeildinni þar. En ferðamennir af vetrarlagi, þeir eru miklu, hver og einn miklu mikilvægari, hann gefur miklu meira inn í samfélagið. Það meiri tekjur af erlendu ferðamennum á hvern dag, dvalardag, heldur en þeir sem koma yfir sumarið. Þannig að við erum alltaf á skökku róli miðað við höfuðborgarsvæðið í þessu. Í sambandi við þetta eins og við tókum okkur saman hérna í apríl og bókuðum bæði með flughlaði á Akureyri. Við bókuðum á sama fundi og sömu bókun varðandi Dettifossveginn. Ég held að við bara náðum nokkur góðri athygli í framhaldinu af því undanfarna mánuði. Sem að við getum alveg vakið líka athygli og eigum að vera duglega að vekja athygli á þeim málum sem skipta okkur máli og skipta eins og Dettifossveginn. Þetta ótrúlega stórt mál. Það búið að setja væntanlega 4,5 milljarð á fyrri áfangana 2 en í þessari áætlun sem er þá ósamþykkt og ekki verið tekið fyrir á þingi núna, samgönguáætlun til næstu 4 ára. Síðast við sáum hana, þá var ekki reiknað með að Dettifossvegur myndi koma inn, frekar en flughlaðið og Akureyrarflugvelli. En við vonum að það komi nú inn kannski undir lokin. En það nefnilega þetta að hafa þessa sölu vöru og hennar segul, ferðamannasegul og það eiginlega þetta sem skapar tekjurnar fyrir okkur. Þannig að við erum ekki bara að hugsa að það líka að búa til að verði til nýja tekjur og þá það bara þessi dreifing, hvernig við náum til og bætum dreifingunum landið. Hún til þá eins og við erum bent á hér og
að reyna að skapa markað með beinu millilandaflugi. Hún líka til með því að skapa betri tenginga við Akureyri við helstu svæðin þar sem ferðamenn fara sem þá suðvesturhornið og Suðurland. Og þess vegna hef ég gjarnan viljað, og ætlaði kannski vera löngu búin að því eftir að vera að fara að ræða meira betri eins og Kjalveg, að koma honum í betra form, þannig að hann gæti verið fær stærsta hluta ársins. Ég ekki endilega að tala alla 12 mánuði ársins, en 7-8 mánuði ári. Það bara eitt væri gríðarlega stórt atriði fyrir ferðaþjónustusvæðinu og fyrir samfélaginu hérna fyrir norðan. Og það sem hefur gerst í ferðaþjónustunni bara núna á þessu ótrúlega stuttum tíma, að erlendu ferðamenn hefur fjölgað 1 milljón hérna ári á ótrúlega fáu árum, og á þessu árum að reikna með að vera 17.000 og það ekkert sem bendir til annars að þetta fari yfir 2 milljónir á næsta ári. En við erum alltaf þetta afskekt, og hvort sem það þjóðvegur 1 milli Akureyrar og Reykjavíkur eða Kjalvegur eða aðra tengingar, að þetta risamál fyrir samfélagina fyrir norðan til þess að reyna að auka tekjur. Þannig að þetta snýst svo mikið að reyna að búa til eitthvað í öxlunum haustin og vorin og lengja tímabilinu til þess að reyna að fá það frekar í fjárfestingarnar á svæðið og koma þessu svona alvöru á stað. Þannig að tímabili ennþá of stutt. Þarna náttúrulega gríðarlega tekjur, og þarna, þetta orðið svo stór, eins og ég reyna að benda á, hvað þetta orðið stór efnahagsleg breyta hérna í landinu og að vera ráðandi þáttur. Það ekkert mörg ár síðan maður var einmitt farin að, maður hélt bara að það myndi aldrei gerast. Ok, hvað gerum við þegar að ferðaþjónustan verður komin í 50% af gjaldeyristöku þjóðarinnar? Sem að það ekkert langt í það, með hvað að gerast. Við þetta bara til að koma athyglinni að því, þá þurfum við þá ekki að fara að huga því hvað að taka við af henni, líka til að reyna að jafna úr þessu. En þetta alveg ótrúlegt hvernig þetta hefur þróast. Þannig að fyrir okkur hérna, og auðvitað þetta með raforkuflutningana til að tryggja þá, þannig að menn getur nú fara að gera eitthvað, þetta náttúrulega orðið alveg, við erum í svona ákveðinni spennu treyju, og hér búið að stoppa með það í 10 ár og þetta tekur lágmark 5-6 í viðbót. Við missum mögulega 1,5 áratug af möguleikum tengdum raforku eða það sem að nota mikla raforku í atvinnulífinu. Rétt að benda á þeim þegar við erum að tala þessa mögulegu tekju fyrir hérna sveitarfélagið. En ég vildi bara rétt svona fyrst við myndust aðeins á ferðaþjónustuna að koma með þetta, þannig að þetta svo ótrúlega stór breyta. Og það bara hvað menn ætla virkilega að reyna, hvernig við ætlum að reyna að tækla þetta. Það komið sér flugþróunarsjóður, það var auglýst núna í ágúst eftir mögulegum flugrekendum að koma slíku og sækja í sjóðinn. Það verið að tala einhverja 300 milljónir í 3 ár, hátt í milljarð, annars í flugþróunarsjóð og markaðssjóð. Og þetta ótrúlega svona mikið stóri þættir sem að tengjast, og ég mörgulegum að segja að svona framtíð bæjarins hún tengist þessu ansi mikið í svona þessu stærra samhengi. Hvernig okkur tekst til að ná til þessara þátta. Þannig ég vildi svona rétt koma með ríkir að hafa, og þá erum við komin að þessu sem varandi sveitarfélagið með tekjurnar, og það einmitt þessi, og það getur vel verið að ægin búin að vera mikill á ríkisrekstrinum núna undanfarið misseri, og menn ætla sér að greiða skuldir ríkisins niður á ótrúlega skömmum tíma. Það má vel vera að setja gagnrýni á hversu hratt menn að gera þetta, en á sama skapi náttúrulega menn að verja efnahagslega stöðugleika í landinu gegnum verðbólgu og slíka þætti, að halda henni niðri. Sveiflujöfnunin sem að kannski var nú vinsælt að tala hérna á síðasta kjörtímabili og maður ræddi töluvert oft það líka mjög erfitt að reyna að lesa það út og þetta verði allt í svona, við erum hérna hjá bænum að bjóða út
framkvæmdi núna í þessum toppi hagsveiflunnar, skildi að vera komin eða ekki, ég veit það ekki, en við erum að bjóða út verkefni og sem við erum að fá tilboð sem eru mjög há. Þannig að þetta líka hluti af rekstri bæjarins, hvernig við náum að reka okkur. En svo eru náttúrulega ógnir við þetta líka. Það er ekki eins og þetta sé eintótt gull framöndan varðandi ferðaþjónustuna. Ég meina, eins og kom inn á það með gengið. Ég spurði á ráðstefnu á ferðamálastofu ársfundinu hjá þeim, aðalfundi ferðamálastofu og stjórnstöðinni líka reynda nokkur vikur seinna í Hofi. Eru þið búin að reikna út hvar núllpunkturinn í gengismálum varðandi ferðaþjónustuna? Hvenær hættir hún að gefa? Þetta var fyrir ári síðan, október í fyrra. Það var enginn fann að pæla í þessu. En núna þegar gengið búið að styrkjast þetta 10% að meðaltali, pundið 25%, Bretar 21% erlendu ferðamönnum í Íslandi á síðasta ári, auðvitað þetta að fara að hafa áhrif. En þannig að það margar breyturnar. Þannig að það er svo mikið allt, en auðvitað snýst þetta bara styrk atvinnulífsins. Þá eins og ofta áður sem hefur ekki þreist á að tala til þess að atvinnulífsins sterkt, þá þurfa samgöngunar að vera í lagi. Og búsett okkar snýst atvinnulífið, þannig að þetta allt í hvað við höfum að gera og hvernig við getum búið samfélag og tekjur og annað. Þannig að þetta nú alltaf sami grunnurinn. En þetta þetta verður hátt í 500 milljarðar gjaldeyristekjurnar af túrismanni. Það verður ekki 450 eftir lækkun gengis á móti. 450 milljarðar þessu ári. Sjávarútvegurinn verður 230 og stóriðan kannski 200. Þetta eru tölunar. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það styttist sem betur fyrir kosningar. Ég var bara að byrja þannig. En ég skal ég sé ætla að koma bara upp til þess að þakka umræður ágætar umræður ársreikninginn. Sumar hverja fóru dálítið langt út fyrir efnið og tóku bara efnahagslega samhengið allt saman í pakkan. Auðvitað skiptir efnahagur landsins okkur miklu máli og samgöngur og allur pakkinn. Gunnar bæjarfulltrúi kom inn á ágætt hlut sem við náttúrulega þurfum alltaf að vera vakandi fyrir hvernig við getum aukið tekjur okkar í bænum og við svo sem höfum kannski ekki mikið en hins vegar þessi atriði sem hann benti á okkur mjög mikilvæg og við þurfum að ýta á það og ég tek undir mig bæjarfulltrúi Gunnari að auðvitað fögnum við því ef að við fáum málsvara okkar Akureyringa inn á þing. Það sé afar mikilvægt og það verður vonandi hægt að fylgja málum eftir. Hins vegar því miður þannig og bendi bara á það að það hefur ekki verið neitt sérstaklega auðvelt að eiga við þá þingmenn sem þá sitja í dag og hafa jafnvel setið í bæjarstjórn Akureyrar og jafnvel verið bæjarstjórar hér á Akureyri. Þannig að þetta nú kannski ekki alveg svo einfalt. Þannig að við skulum gera hóflega væntingar til þess að ágæta fólk sem hefur löngun og köllun til þess að taka þátt í stóra leiksviðinu á Alþingi. Og ég bara segi hér í þessum stóli að ég fagna því að þetta fólk skuli vegna þess að ég hef unnið með þessu fólki og ber mikla virðingu fyrir því og þetta er mikið gott fólk. Þannig ég held að það verður bara jákvætt en við skulum stilla væntingum okkar í hóf hversu mikið og þau geta áorkað í þessum málum en auðvitað munu þau náttúrulega fylgja því eftir. Ég verð líka aðeins við náttúrulega erum hérna með ágætt samfélag og bæjarfulltrúi Preben kom inn á það að við værum eiginlega bara í því að halda upp í þessum lögbundnu þjónustu. Jú, vissulega það vandamál við lögbundnu þjónustu er mikil en við náttúrulega erum líka að reka hér ansi öflugt samfélag sem að veitir mikla lífsfyllingu fyrir fjölskyldu fólk. Við erum með mikla fjármuni bundna í íþróttamannvirkjum og við erum með mikið menningarstarf þannig að við skulum ekki alveg mála framtíðin allt of svörtum litum. Við skulum frekar hugsa bjarta framtíð sem ég held að við sé alveg fyrir handan við hornið. Ég held að efnahagsumhverfi hafi breyst á síðustu árum og við vonandi verði framtíðar rekstur hérna hjá bænum betri.
En það náttúrulega byggist á því að sem allir hafa komið hér inn á að þessi tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga þarf að vera í betra formi. En mér finnst þetta bara gott að við getum tekið þessu umræðu tölur bæjarins. Mér finnst gott að við getum tekið þessa, skal ég segja þarna, umræðu opinberu vettvangi. Ég ætla ekkert að fara að rasta fyrirverandi bæjarfulltrúa vinn minn Ólaf Jónsson. Hann talaði gjarnan það að koma þessum 6 mánaða uppgjörum. Ég vil bara, skal ég segja, hrósa okkur hérna í bæjarstjórn og bæjarráði fyrir að hafa ítt þessu áfram. Ég vil ekki síður þakka okkur þetta og þá er ég að tala okkur öll. Það er við sem að íttum því áfram að þetta gert hér í fyrsta sinn og það okkar að halda því áfram. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þess sem enginn hefur hvað sér ljós þá segja þessari umræðu lokið og fyrir okkur liggur hérna í lokinu eru eftirtaldar fundagerðir. Eru raðað fram til kynningar afgreiðslufundur skipulagsstjóra 27. júní, 7., 14. og 21. og 28. júlí, 11., 18. og 25. ágúst og 1. september. Atvinnumálanefnd 24. ágúst 2016, bæjarráð 23. og 30. júní 7., 14. og 21. júlí, 4., 11., 18. og 25. ágúst og 1. september 2016, framkvæmdaráð 16. júní, 22. júlí og 9. ágúst, íþróttaráð 11. ágúst, samfélags- og mannréttindaráð 9. júní og 25. ágúst, skipulagsnefnd 22. og 29. júní, 6. júlí, 10. og 24. ágúst, skólanefnd 8. og 22. ágúst, stjórn Akureyrarstofu 23. júní og 18. ágúst, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 29. júní og 22. júlí, umhverfisnefnd 23. ágúst, velferðarráð 24. ágúst. Hægt að nálgast fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég ætla að gera stutt hlé á fundi. Þá segjum við fundi bæjarstjórnar slitið klukkan 17:41.